Sýrður rjómi á grillið, þekki allir, en hafa allir prófaði desert? Ég held ekki. Þess vegna langar mér að kynna ykkur fyrir svona skemmtilegum desert sem á ættir til Ítalíu og kallaður oft panna cotta þar. Þetta er svona einföld útgáfa og ég ætla svona aðeins að krydda hana með svona nýtískulegum hætti. Ég ætla að gera svona berjafroðu. Og ég ætla að byrja á því að taka berin og ég ætla að velja nokkur falleg ber til skrauts. Þannig að ég er að gera berjafroðu, þá þarf ég smá að vagna þessum fræga berjavökva sem ég ætla að taka í örbylgjuofninn. Svo ég set restina af berjunum hérna, en auðvitað má náttúrulega nota frosin jarðarber eða jafnvel afskurða jarðarberum. Það er kannski ekki verjandi að eyða of mikið í örbylgju og fersku jarðarberjunum, en ég ætla að leyfa mér það samt. Og ég set hérna megnaða hindberjunum líka. Og svo sykur. Þetta færi svona kannski 100 grömm af sykri, en ég ætla nú bara að sirka það. Þetta hérna fer í örbylgjuofninn í rétt rúmar 2 mínútur. Þá pípar af okkur. Allir tæri safinn sem við viljum er komin út. Og við erum að fara að breyta þessum tæra safa í froðu, í svona skemmtilegri rjómasprautu. Þá þarf ég að setja 4 matalinsblöð. Matalímið bindur þetta þegar þetta kemur út úr sprautunni og það verður svona áferð eins og á rauninni á mús. Það er aðeins að hræra til að leysa matalímið upp. Svo til að þetta festist ekki fræin í rjómasprautunni, þá verður ég að sigta. Og ef það er eitthvað svona stór ber, þá er það gott að ýta aðeins á móti. Þetta er sérstaklega skemmtilegt að nota svona rjómasprautur. Það er hægt að setja humarsúpur í þetta, það er hægt að setja allskyns, eins og segja, svona ávaxtafroður. Og þetta svona gefur þessu svona skemmtilegt líf á réttinn að vera að borða froðu. Þá þurfum við bara með legni að reyna að hella þessu í sprautun okkar. Þetta er nú ekki kannski mikið magn, en oftast þarf 1 eða 2 gasilki í svona litla sprautu. Þá hleypir þetta lofti í músuna okkar. Ég ætla að setja 2. En þetta verður stífara ef ég setja þetta inn í ísskáp. Og meðan ég hendi sýrðar rjómamúsina, þá ætla ég að leyfa þess að kólna inn í ísskáp. Sýrða rjómamúsin er tiltölulega einföld og hún er, eins og ég sagði áðan, ættuð frá panna cotta grunninum. Við þurfum í þetta 250 ml rjóma, heilan pela venjulegan, hálfan svona. 250. Það er þetta að blanda saman hrásykri og venjulegt og þetta sýrði rjóminn er tiltölulega súr. Þá þarf að fara svona 150 til 200 grömm af sykri samtals. Svo ég ætla að fá að setja 50 af hrásykri, 150 hvítan. Og þegar ég er í sparigírnum í dag, þá ætla ég að fá að lauma vanilju. Og þá í rauninni þurfum við bara að sjóða upp að þessu. Eina sem við gerum er svo að hræra sýrða rjómanum þegar suðan er komin upp. Nú er suðan komin vel upp hjá okkur. Það verður kannski allt í lagi að brjóta upp vaniljuna aðeins og hún er stundum í kekkjum. Ég lofaði ykkur einfaldri mús og svo ég verð að standa við þar. Það er matalímið. Svo er það 300 sýrður rjómi, svo það er ágætt að setja eina svona dós og ef fólk er með svona sem er þetta spraut úr, þá er þetta bæta við 50 en annars verð ég að fá að taka hérna og nota restina á morgun bara. Þetta hrærum við bara svona cirka kekkjalaust. Þá er músin klár hjá okkur og við þurfum að setja þetta í form. Ég ætla að hafa tvenns konar. Ég er bæði með þessi frægu sílikónmót sem eru svo þægilegt að þetta geymir inn á frosti til alveg langa tíma. Svo ég fæ að lauma þau líka. Þetta fer bara inn á frost. Og fyrir þá sem eiga ekki þessi sílikónform, þá ætla ég bara að fá að lauma þessi viskiglas.
Þetta setjum bara inn í kæli og það best að gera þetta daginn áður, þá er brauðin farin að samlagast. Þá músin að vera klár hjá okkur. Það bara eina að gera komið svo skemmtilega á borð gestsins. Bara skotið úr formanum. Svona. Við vorum víst með viskiglös líka sem við þurfum að hafa með. Það eru hér. Það sem við ætlum að gera, við ætlum aðeins að setja fersk ber með þessu. Ég ætla að fá að raða þeim núna. Það eru svona skemmtileg svona sjá sárið. Sama gerum við hérna, maður setur bara í kantana. Þetta við viljum sjá sárið. Það verður náttúrulega ekkert fallir en svona rauði litir og það er náttúrulega allir að setja líka smá hindber með. Þau fara kannski aðeins út í kantinn svo við sjáum. Til að fá smá kontrasta langar mér að saxa smá ferska myntu. Þannig að það er ekkert leiðilegt að eiga ferska myntu í gluggasýtlinni hjá sér. Svo maður tekur aðeins og rúlar henni bara upp. Ég ætla ekki að saxa neitt yfir hana, ég ætla að fá þetta svona í strimla. Aðeins myndan yfir, ón í skálanar. Við geima smá og þá er hérna leinið hjá okkur. Það er hérna fróðan góða. Þá geta að prófa þetta hérna fyrst. Kannski aðeins myndu hérna og þetta leikur út allt hjá okkur. Þá erum við komið skemmtilegan, sumarlegan sýrða rjóma eftirrétt með ferskum berjum og berjafroðu, klárt.